skilur þetta alveg fullkomlega í dag. Hvað að fara að eiga sér stað hérna eftir smá stund? Það eru vortónleikar listadeildar Seyðisfjarðarskóla. Aðrir af tvennum tónleikum í ár. Við hittum á Benedikt H. Hermannsson, stjórnanda listadeildar Seyðisfjarðarskóla, þar sem hann var í óðaönn að undirbúa seinni vortónleika deildarinnar. Á tónleikunum eru þáttakendur á öllum aldri, frá 5 ára og langt upp á fullorðinsaldur. En af hverju heiti þetta listadeild en ekki tónlistaskóli? Tónlistaskóli Seyðisfjarðar er hluti núna, eða það sem hét Tónlistaskóli Seyðisfjarðar er núna hluti af Seyðisfjarðarskóla. Það var sameinað hérna leikskólinn og tónlistaskólinn og grunnskólinn og núna eru 3 deildir hérna, leikskóladeild og grunnskóladeild og listadeild. Það sem hefur farið fram í tónlistaskólanum, það er núna inn í þessari listadeild og ég sé þessa listadeild en það er ekki bara það sem hefur verið í tónlistaskólanum sem að fellur undir listadeildina, heldur listnám almennt í skólanum og svona heildræn hugsun listnám bara í bænum, ekki bara barna, heldur allra bara sem hafa áhuga á tónlist og myndlist og öllu mögulegu. Spurður hvaðan hann telji sköpunarkraftinn á Seyðisfirði koma, segist Benedikt hafa sínar hugmyndir það. Fólk er svona víðsýnt og jákvætt sem gerir það verkum að þegar einhver vill gera eitthvað fáránlegt þá er allir til í tuskið og það þýðir líka að það er ekki gert grín að fólki sem vill prófa einhverja brjálæðislega hugmynd eða eitthvað og bara listalíf þrífst vel í svona menningu. Eða ætlar að gera eitthvað tónlistargjörning út á torgi þá hugsar þau tvisvar eða þú ert í menningu þar sem allir gera lítið úr hver öðrum eða er eitthvað svona neikvæðni í loftinu eða eitthvað. Benedikt hefur notið talsverðra vinsælda sem tónlistarmaður síðasta áratuginn undir listamannsnafninu Benny Hemhem. Hann segist þó vera hættur að túra landið. Þegar ég var að spila rosa mikið þá var ég ofta að hugsa að það væri skemmtilegast að hlaða í svona eitt verkefni sem maður væri ótrúlega spenntur fyrir og spila það svo og gera ekkert meira en það. Og núna þá ger ég þetta eiginlega bara á svona 1 til 2 ára fresti þá ger ég þetta og ekkert mikið meira en það. En er von á nýju efni frá Benna Hemhem á næstunni. Og ég gaf út plötu í hittifyrra. Það kom mér dálítið óverum að ég væri búinn að gera svona mikið af lögum sem væru að verða tilbúin og þurfti ég bara svona 10 daga vinnutörn til að klára það og þannig að ég er á svona svipuðum stað núna. Ég kemur í ljós í júní hvort að hvað er mikið inn á tölvunni. Eftir ársbúsetu á Seyðisfirði segist Benedikt enn vera hissa á því hve mikið er að vera á staðnum og nefnir þar til dæmis hátíðina List í ljósi sem fór fram í febrúar. Það er bara alltaf eitthvað ótrúlegt í gangi þarna og stundum þá fattar maður, þetta er bara fáránlegur bær. Hún er það á besta mögulega hátt